Já, kæru hlustendur, nú það föstudagskaffið sem að hefja göngu sína. Já, góðan daginn. Eurovision vikunni sjálfri. Já. Eurovision á morgun. Já. Hera hafði ekki erindi sem erfið í lokakvöldið í miður. Nei. Þannig það nú bara. Var það ekki vitað það? Jó, hún var náttúrulega ekkit sérstaklega ofalega í veðböngum eða bara með þeim neðstu í miður. En það eins og það kæru hlustendur, við erum ekki konur hingað svo sem til að ræða Eurovision. Er það nokkuð? Jú, það ekki verið svona Eurovision special. Ég hef nú verið með síðust 2 ár, eitthvað svona tengt Eurovision held ég, sko. Stemmingin er aðeins minni í ár. Erum menn ekki bara shortörgerðinn og allir snakksalar landsins? Ég verði allavega við skjáin á morgun. Já. Líkt og síðust ár, þá verður ég sennilegast ekki. Nei. Já, hefur þú ekkert verið að horfa á lokakemna? Nei, yfirleitt ekki. Nei, en þegar þú varst svona yngri í partí, var ekki alltaf partí? Sko, frúin var mjög mikið fyrir að halda partí, þá vorum við eignast börn. Þá vorum við partí og þá var ég alveg bara að passa upp á að gínbarinn kláraðist og þú varst á þeir eru allir bara hauga fullir þarna. Þú varst á þeirri vakt. Eitthvað að spjalla bara. Já, sem endra nær. Já, herðu. Ég voða lítinn áhuga á þessu. Já. En hérna verðum við ekki að gefa bara hrós á rúf, þau fóru þó með 20 manns þarna út. Já, það fór nú ekki mikið fyrir því, sant? Ekki? Nei, þú veist, ég, bara eins og ég segi, umfjöllun hjá rúf var nánast engin. En með 20 manns þarna úti? Já. Já, það hart skoti hérna. Nei, þú veist, það bara, eins og ég segi, ég kannski fylgist ekki nógu vel með fréttum eða gæti verið að þau séu bara ekkert að fjalla þetta. Þú ert semst að sitja á þig... Með seinni hlutin líklegri, sko. Þú ert að sitja á þig hatt Ingólfs Bjarna og segja að þau séu ekki starfi sínu vaxin, nei, sem fór út. Nei, það er ekki að segja. Eins og með Maríu. Ég er ánægður að sjá Gunnar Birgis þarna úti. Hann er flottur og hann flottur. Já. Á þriðjudaginn. Mundur semst, hann fer ekki aftur þarna út því hann stóð sig ekki nógu vel í umfjöllun. Ertu að segja það? Nei, ég vil fá hann aftur bara. Þú vilt fá hann aftur? Já. Þannig að hann stóð sig vel í umfjöllun, en hinn 19 ekki. Hvað er þetta bull? Djöfull verið að reyna að koma hann á punkti núna. Nei, ég meina þú sagðir þetta hafi ekki verið góð umfjöllun. Nei, það sem ég er að segja, það var nú ekki mikil umfjöllun það að þau væri að senda 20 manns út. Já, þú meina það. Já, þetta er sem sagt bara full mannað held ég, sko. Já. Eins og fyrir ár. Það fór náttúrulega mikil hit í besta Kastljós þátt sögunar. Já. Sem kom núna í vikunni. Myndirðu segja að þetta hafi verið besta? Bring Maria back. Sett á Maria. Við viljum Maríu aftur í Kastljósi. Fá hérna skúturinn. Ég skil núna akkur dagur alltaf að klippa á borða þegar eru erfið mál. Hann hefur aldrei litið af nýtt lút. Þú veist, þetta var... Já, ég vil ekki bara lesa hérna samningin. Ég verð að viðurkenna. Ég vil ekki að renna yfir samningin. Ég sé stiklur úr þessu. Ég sá hérna náttúrulega þá senu, sko, þegar hann var að... Þetta var ekki hans dagur. Ég skal ekki segja þess. Ég var eftir að horfa á þetta. Ég get bara fullt það. Það kom ekki vel út. Maður hefur heyrt það. Þetta hefur ekki komið nógu vel út. Ég skil það núna af hverju hann hefur bara alltaf verið að klippa á borða þegar það þarf að ná í hann út erfiðum málum. Já, hann kom ekki vel út úr þessu. En það er eins og það. Hann gat ekki falið svo bak við það núna. Hann er ekki borgarstjóri kallinn lengur. Nei. En svo er það líka annað, sko, og því að maður er kannski ekki alveg nógu góðu fjölmiðla rýnir, hvað er það í hennar störfum sem gerir hana ekki nógu góðan rannsóknar blaðamann, þannig hún var sett af? Ég velti því fyrir mér, sko, hvað ég reyndi að horfa á þetta með gaggrínum augum. Valdið því, sko. Já, bara er hún að spyrja einhverja spurninga eða, þú veist, hvað er það sem að gerir hana ekki góðan rannsóknar blaðamann? Já, einmitt. Því að þetta er strax innri endurskoðun alltaf að taka þetta fyrir og það er umfjöllun þetta. Já. En ég er náttúrulega ekkert með sérstaklega umfjöllun þetta svo sem í dag, sko. Nei, við rúlum bara á jommuna hérna í hádeginu og fáum okkur Karlsberg. En maður velti fyrir sig hvort að Ingólfur hafa einhverja hagsmuna gæta þarna. Já, það er þín orð. Maður veit það ekki. Þú veist, þetta er vægast sagt undarlegt. Því að það hefur verið vel tekið í þessu umfjöllun allavega. Já, ég syns það. Já, en eins og... Topp 3 besti Kastljósþáttur frá upphafi segja sumir. Það er það sem að maður sér. Já, ég veit hver topp 1 er besti. Það er þegar hann Andri mætti þarna fullur að keyra í simulatornum. Já, það er reyndar. Já, það er topp 3. Verðum eiginlega að gefa því. Svo hérna olíuspillingamálið sem var núna í vikunni. Hvað ætli sé þriðja? Ég skal ekki segja. Gæti verið Panamaskjölin. En var það Kveikur held ég. Það var held ég Kveikur. Ok. Já, en það er vissulega rétt hjá þér að við rúlum bara á jommuna í hádeginu. Já. Það er einn rækjukóktell, eða hálfur rækjukóktell og hálfur timbraðamannsins á mig allavega. Já. Og það er nýtt, ef þið sjáu Jakob á jommunni, spurði ég hvað er svona besti sumarrétturinn. Hvað mælið með þegar að koma sumar?
Ég held hann segir Rækjan en hann rosalega graflagskall sko. Já, en þú veist, hvað Sommer fyrir þér? Síldarmaður sko. Já, ekki að sumri til. Nei, ég meina sumargótt síldin, það lítur vel út með hana en ég held að hann sé ekki að mæla með henni núna. Nei, en gott fólk, gleðum að kynna ykkur, það komið Sumarjazz 2024, við erum búin að bíða lengi eftir þessu augnabliki. Já, svona. Og ég gleðum að tilkynna að það verða 5 helgar í júní, hvorki meirinni minna. Já. Þannig að það verða 5 viðburðir í júní, 4 í júlí og 5 aftur svo í ágúst. Þetta alveg... Þetta verða þetta eru 14 helgar yfir sumarvertíðina maður. Hann verða nú seldar einhverja hvítjum speljóðna þarna. Já, ég er hræddur það og að sjálfsögðu Karlsberg líka. Já. Aldrei 1, alltaf 2, 0,0%. Henda á milli borða. Já. Það ef þú situr einn á borða í ámunni, þá bara býður einhverjum upp á Karlsberg. Já, þetta. Svo það nýjasta, þegar þú ert að rúlla fullur heim í leigubílnum, svona 3-4, ert að hanga þarna, mæti seint. Já, 3-4 sem sagt sko yfir daginn. Já. Að taka leigubílinn bara beint hérna upp í hafi í Hlíðasmára og redda kvöldmatnum á leiðinni heim. Þú margir að rétta sig af. Slæri í gegn á heimilinu sko. Og þú veist kemur með einan ætus alltaf heim. Nei, ég nú föstudagur. Ég ætla að mæla með einhverju, þú veist, á grillið. Skötuselur, steinbítur, grillaður steinbítur. Já, munið það samt bara aldrei blanda saman vín og grilli. Nei, það ekki alltaf gert. Nei, við tölum ekki fyrir því hérna. Nei. Sko, ef þú ert að koma af sumarjazzinum heim, þá kannski ekki skynsamlegt að fara að rífa í spaðana, sko. Já, það allir að tala ábyrga spila þennan dag. Já. Ég vil fara að stuðla að óábyrgri grillhegðun. Við erum bara alveg mölvaður við kólinn, sko. Ég veit það nú ekki, við tölum ekki fyrir því hér, en við þakkum þessum Diggu samstarfsaðilum kærlega fyrir. Talandi drykkju. Samstarfið, já. Bjössi Payday. Já. Ég aðeins búin að vera hann nú ekki mikill drykkjumaður. En sko, ég einmitt að velta fyrir mér sko hvort það hefur bara eitthvað slegið á honum í gufunni, bara of lítið vatn og fer bara, ég var að giska á að maður að fara fullur heim að forrita eftir gufuna. Ég fann alltaf þetta að bara verið svona hydration, bara vasskortur. Heyrðu, það nýr feature á Payday sem ég bara skildi ekki. Það sem þú getur senda reikninga á Arnar en getur valið mig sem greiðanda. Herðu, ég skildi þetta ekki. Já, og ég var bara, heyrðu, það bara hvernig gengur það fyrir sig? Við þurfum að koma næningi æði hann hefur bara verið fullur eða hérna, hvað heitir aftur hydration? Það ekki hérna Happy Hydrate? Nei, þeir eru með vasskort. Ekki eitthvað orð fyrir það? Jú, bara ofþótnun. Já, hann var bara með ofþótnun eftir guðuna. Hann farin að taka svakalega sess. Já, þetta reyndar skemmtilegu fítus. Heyrðu, ég farin að nota þetta. Þetta svínvirkar. Hvernig í praxís? Sko, ef maður með tengt fyrirtæki oft, þá það þannig bara að balansinn á kassinu liggur öðru megin, en hitt bara skráður hérna rekstraraðili, hvernig sem það virkar. Og þá getur maður gert bara til að flýta fyrir. Heyrðu, sendu bara reikningin á kentöluna A og sett okkur sem greiðanda. Þá getur annarkvæmt sendt þetta bara sem kröfu, XML eða bara tölvupóst og þá í rauninni sko reikningurinn stílaður á réttan aðila en sá sem í rauninni að lána fyrir þessu byrgjanum, hann borgar. Þetta svínvirkar því líka skemmtilegt, já. Þetta sparar okkur í rauninni ekki mikið tíma. Þetta sparar kúnnanum alveg svakalega tíma. Já, ég get ímyndað með það. Því annars myndi bókarinn hinn með þurfa, ætlum við ekki að lána okkur pening hérna og taka og færa á milli og eitthvað. En þannig að við ætlum hérna kannski bara komin að Björn ekki með ofþónun, hann var ekki fullur. Nei. Það lá eitthvað að baki þessi feature var til. Fór hann ekki bara heim að kóða? Bara heim að kóða, bara vel vatnaður. Herriði, þökkum þessum samstarfsaðilum kærlega fyrir að því sögðu, þá var nú, það var engin gúrkutíð núna, þetta búið að vera mikið að góðum fréttum. Svo það sé tekið fram, þá erum nú að taka þetta kannski aðeins í fyrrafallinu. Upp þennan þátt hérna því að sko fyrsta fréttin í rauninni sem að ég vildi koma inn á að það var nú bara í gærkvöldi sem sagt á þriðjudagskvöldinu þar sem að langtímasamningur var undirritaður hérna milli Samtaka atvinnulífsins Isavia og félags flugmála starfsmanna ríkisins og Samekis og þetta hvað segirðu? Af hverju eru flugmála starfsmenn ríkisins? Bara til. Já, þú veist, hvað liggur þar að baki? Já, þetta er hérna góð spurning, hún var rétt á sér en þetta góðu fréttinnar hér er að við erum að sjá þetta koma í veg fyrir líklega 100 milljón króna 100 milljón króna tap flugfélagana sem er vel það er búið að semja til 2028 en það er svo sem búin að vera 3 mismunandi verkfallsaðgerð eða sem sagt svona
hótanir aðgerðir síðasta hálfa árið á flugvellinum sko. Það eru mörg hagsmunasamtök þarna. Mér var hótað þegar ég fór í flugum daginn. Þessu var bara hótað. Já, það. Við förum í hockey, hvað er það? Svo kom eldgos þarna, sætla minninga og svo var hætt við. Já. En hérna, þetta eru náttúrulega færilega góða fréttir, sérstaklega fyrir hluthafa. Heyrðu. Og fyrir fólk sem að fara til útlanda. Já. Þannig að en svo var líka SA átti í fleiri samningaviðræðum, það búið að nóg að gera hjá þeim, gera langtíma samning við samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja. Það eru góða fréttir. Já, bankasnáðarnir eru konum með samning. Já. Loksins. Er ekki búið að liggja tóltið á þessu? Sko, ég veit að ég þekki eitt bankastarfsmann sem sagði mig að over my dead body, sko, að þau myndi semja, að það var samið. Og ég man síðast, þá var samið, en þetta fjallnastuð í atkvæðagreiðslunni. Þannig að sko, það fór held í 51-49 upp á samþykja samningin. Þannig að bankasnáðarnir eru mögulega tjúlaðir þótt að samninganefndin sé búin að ná samning. Þetta var 3,25% hækkun afturvirk, sýndist mér aftur til febrúar. Já, afturvirk, hún lifir sín lífi. Já, hún lifir sín lífi. Ég veit að það er hvort þessi, ég mann ekki alveg, hvort það hafi verið 1-2 mánuðir eitthvað. Má ég skjóta inn breaking news sem var að koma hérna? Já, ég veit alveg hvað þú ert að fara út í. Ég veit ekki, segðu það. Creditinfo var að kaupa fasteignaverðmat Two Birds. Já, heyrðu, nei. Jú. Þetta vissi ég ekki. Hér höfum við mynd af þeirri Hrefnu Ösp Sigfinns og Ásdís Örnu Gottskálk, framkvæmdastjórum Creditinfo og Two Birds. Heyrðu, þetta eru náttúrulega risafréttir. Þetta eru risafréttir. Creditinfo er hér komið með í sínar hendur held ég bestu upplýsingar á landinu raunverð, markaðsvirði fasteigna og ég hef náttúrulega notað þetta óspart þannig að ég gæti ekki verið sáttari þetta sem komið undir Þetta er sem sagt bara sá hluti fyrir þá sem ekki vita er Örbjörg sem sagt í rauninni dótturfélag Two Birds. Já, akkurat. Og þau eru þá bara að kaupa þann anga sem sagt fasteignaverðmatið. Já, akkurat. Sem er öflugt sko, þú veist, ég hef einmitt verið að skoða þetta, en Örbjörg er náttúrulega líka með Örbjörg er náttúrulega svona við þekkjum byrjunina, kemur með samanburð á lánum og fleira, en svo núna ef maður er inni, skrifa bara fastanúmerið annað, þá ferðu út frá síðustu sölusamningum og annað svona áallar markaðsvirði. Þú ætlaðir alltaf að búið til Sörbjörg eða ekki, sem svona review síða fyrir umulega fasteignasala og Þú er búin að liggja á þessu Sörbjörg Jesús minn Það má einhver stela þessu Já, Sörbjörgin Heyrðu, ég er með eina tilbúna loðnulaug sem ég er ekki búin að droppa í 2-3 vikur Loðnulaug er hugmynd frá Steinda sem ég var búin að stratta upp sem gæti orðið real potential Heyrðu, til hamingju með þetta Creditinfo náttúrulega samstarfsaðili okkar Pingimanna Já Það er greinilegt að þau eru að auka vöruframbóði Veistu hvað er greinilegt? Það gengur vel Það gengur vel Heyrðu, þá tölum við ekkert lánshæfismati á þeim í dag Ég var að koma með case study hjá Imskip hvernig þeir byggja upp traust og komið veg fyrir tapaða kröfur Já, við komum bara inn á það næst en þetta eru auðvitað frábæra fréttir fyrir bara alla held ég Til hamingju með þetta Creditinfo Þetta er orðið helvíti öflugt Já KYC áskrift líka þreytist ekki á að minnast á það Skemmtileg myndin ef þið sjáuð þau eru með einhver svona gummihanska á baku sig Ætli þetta sé listbrað Kára vinnur okkar Já, hann hafi stilt upp svona gulum gummihanskum Getið séð þetta inn á viðskiptablaðinu Er þetta málverk eða ljósmynd? Já, ég veit ekki, þetta er einhver gulum gummihanskar Heyrðu, hvað það? Skemmtilegt, heyrðu En já, það sem ég ætlaði nú að halda áfram með í minni umfjöllun já, við vorum að tala um bankasnáðana Það síður á snáðunum Það síður á þeim Sko, þegar ég var að undirbúa þetta þá var þetta ennþá spurning með stýrivextina En bara núna í þessum tölu orðum líka þá var að koma þær fréttir að stýrivextir haldast óbreyttir í 9,25% Þannig að sko þetta þýðir að stýrivextir hafa haldist óbreyttir núna í 1 ár Við erum í bullandi jákvæðum raunstýrivöxtum Þetta er orðið fyrir eitt Þetta er áhugavert útspil sér í lagi vegna þess að fjármálaráðherra dýralæknirinn Sigurður Ingi fór að tala um að það væri svigrúm við höfum verið að sjá ákall þess efnis að það ætti að fara að lækka þetta
þó að einhverju hafi nú spáð því að þetta myndi haldast óbreytt fram á haust, en það greinlegt að þá að halda kælingunni áfram. Já. Að kæla þetta hagkerfi. Já, þú manst hvað við sögðum. Við fengum heimildi fyrir því að þau settu kampaðin inn fyrir hverja stýrivaxtahækkun sem verður tekin út með hverja lækkun. Það voru skálað. En það orðnar svolítið kaldar. Það þarf eiginlega að fara að fá mat á því sko. Það er helviti kaldar sko. Það ekki gott að frista kampaðin áður og drekkur það. Ég hef reynda lent í því og það drekkanlegt. Maður þarf bara að fara svolítið vel að því. Ég ekki vissum að peningastefnunefndin viti það. Nei. En þetta náttúrulega sko fyrir þá sem eru búin að vera með innlán núna í 1 ár eru bara í bullandi jákvæðri ávöxtun. Fjármagnseigendur, þau elska þetta. Raun ávöxtun, þannig að þetta er áhugaverð staða sem er uppi núna, en ég gerir svona fastlega ráð fyrir því. Það nú verðbólgan á niðurleið og maður trúir eiginlega ekki öðru heldur en að þau fundi ekki næst fyrir í ágúst sko. Peningastefnunefndin. Nei, þau farið gott sumarfrí. Já, þannig að það vonandi og svo spurning hvað gerist þá? Verður áhlaup á fasteignamarkaðinn? Djöfull væri gaman. Hefurðu séð þarna 9 Angry Men eða eitthvað, Sam Loy, ég maður ekki, einhver svona svartkvít gömul mynd sem fjallaði sem jury í Bandaríkjónum að rökræða hvort einhver væri sekur eða ekki. Það væri geggja content ef það væri einhvern tíma bara upptaka af einu svona fundi, bara fá að vita hvernig þau rökræða þetta. Bara einn fundur. Þetta núna, það einn Íslendingur sem var í í svona kviðdómi, þetta heitir kviðdómur í íslensku. Í hvaða máli var það aftur? 7 Angry Men allt unnum, það apamynd. Ég veit það sko, en ég að segja bara svona þetta hvað? Apamynd? Já, ég sagði vitlaust 7 Angry Men, þetta heitir maður, ég ætla að finna þetta bara. Já, haldu áfram. Herðu, hún heitir 12 Angry Men. Já, 12 Angry Men. Þetta er mjög góð mynd, mæli með henni, þannig að þú veist, það væri þá hægt að búa til íslenska mynd sem heitir 5 Angry People sem fjallar þessa 5 í peningastefnunefndinni og bara svona fylgjast með þeim mekanismin, hvort þú sé að rífast. Já, þú veist, þetta er áhugavert því að þú ert sko í Bandaríkjunum þá ertu draftað og þú ert bara skildugur gagnvart lögum. En svo alltaf spurt eitthvað, treystur þér til að segja satt og rétt frá og þú getur engra hagsmuni og eitthvað svona. Svo hægt að henda þér út eins og þau gera fyrir kviðdóminn sko, bara hvort þú sért. Það eigin fræði en þú veist eins og þarna, þetta 5 manns á svona fundi Ásgeir bara algjör einráður bara haltu kjafti. Nei, hann hefur bara eitt atkvæði. Þau ræða þetta sko í fleiri klukkutíma. Já, algjörlega. Og hvernig fara þær umræður fram? Það væri mjög áhugavert að sjá, að vera að fluga vekk þar. 5 Angry Men, ættu hún ekki að heita það bara? Peningastefnunefndin. Herðu, ok, áfram með þetta. Takk fyrir þetta. Herðu, svo var einn frétt. Smá útúrdúr, sorry. Það var einn frétt sem ég glemdi nú í síðustu viku ekki það, bara rétt að koma þess inn á þetta, mér varst það áhugavert með Landsvirkjun. Held ég að ekki rætt það síðast. Það var náttúrulega lögð til 20 miljard króna arðgreiðsla. Eins og núna í aðdraganda aðalfundar sem var í held ég síðustu viku. Það var upphæðin bara svona allt í einu hækkuð upp í 30. Já, 10 miljardar. Já, upp 10 miljardar sko. Og gert til að styrkja stöðu ríkissjóðs. Og ég svona fór aðeins á stúfana, sá að arðsemi eiginfjár hjá Landsvirkjunu voru 9,1% árið 2023. Þannig með datt svona í huga ríki myndi nú pottet finna einhverja betri ávöxtunarleið á þetta fyrir. Heldur en færi fram innan veggja Landsvirkjunar. Akkurat. Þannig að meðan það áhugavert þetta er eitt af svona hans fyrstu verkum þarna. Singa. Hann Singa. Dýralæknis. Já. En ég vildi bara koma inn á þetta, ég held nokkuð sem ég hafi gleymt þessu síðast. Nú, það voru aðra stórfréttir núna. Haraldur hjá Skaga, hann í alvöru acquisition mode núna þessa dagana. Voru að kaupa 97,07% hlutafjár í íslensku verðbréfum. Sko, það kemur fram hort verið til þess líka í kjölfarið að allt hlutafjár verði keypt þarna. Þannig að þeir verði einu eigendurnir. Kaupverðið 1598 milljónir króna. Og það greitt með reiðufé. Skagi hefur þó valum að greiða allt að fjórðung kaupverðsins með afhendingu nýs hlutafjárs í Skaga. Sko þetta setur 1650 miljón króna verðmiða á íslensk verðbréf og minnst áhugavert play. Kemur fram í tilkynningu að þessi viðbót mun efla þjónustu viðskiptavinni á Norðurlandi. En íslensk verðbréf eru með höfuðstöðvar hérna á Akureyri og svo kemur fram að
eignir í stýringu hjá Skaga eru núna 220 milljarðar eftir viðskiptin sko samkvæmt ársreining íslenskra verðbréfa 2022 voru hérna 103 milljarðar í stýringu svo kom fram í frétt í október síðastliðin að eignir í stýringu SIF sem í rauninni undir Skaga eignarstýring þar væru 60 milljarðar í stýringu og þú veist bæði þessi félag hafa eflaust stækkað eitthvað síðan þá stýringin en það ljóst að þau eru að festa þarna kaupa á félagi sem stærri stýringu en þau voru með fyrir þannig að það spennandi að sjá hvað Skagi hefur í hyggju 220 milljarðar í stýringu, þetta ágætis fjármagn já, þetta vex og hérna sko, já ég elska að sjá svona fæðast sko, Fossar, Vís SIF, Íslands verðbréf ég reyndar eitt, ég hafði bara ekki tíma eða var búin að spá í þetta einhver margfaldari á EIF versus það hvað Fossar voru keyptir á af Vís, eftir með það á hreinu? Nei, þetta er bara svo nýlegt sko, það hefur ekkert hafa enga vangaveltur komið þetta sko já. En hérna hvernig svona verðlagt þú veist að kaupa eignastýringar fyrirtæki eða sjóðstýringar sko það var nú deilt það í Fossamálinu já þú veist, þar var náttúrulega greitt fyrir sko vörumerkið sem slíkt, viðskiptavildin já, það? Já, það var hérna var það ekki bara einhver margfaldar á bókvart EIF? Vís borgaði 2,7 milljörðum meira, eða yfirverð fyrir Fossa vegna vörumerkis og viðskiptavildar já, kom það fram? Já, en þú veist, viðskiptavild er náttúrulega yfirleitt bara það er einn besta eignir sem fyrirtæki getur haft á efnahagsreikningum bara í guðanabænum afskrifið hana línulega Nei, en hérna já, þetta er bara þú veist, skemmtilegar fréttir það er spennandi að fylgjast með öllu þessum hvað köllum við þessi fyrirtæki þú veist, þetta er í rauninni bara fjárfestingafélög sko já, eins og Skagi og Skel og þú veist og hérna sjá þróunin í þessu sko því að náttúrulega Skel er bara farið úr því að vera oljufélag yfir að vera fjárfestingafélag sko þannig að hérna það má segja það já, svo á Skel náttúrulega í Skaga Skel á í Skaga hvað mikið? 8% eða eitthvað er það svo mikið? held það já, var það ekki bara gegnum Vís? Eða, þú veist, jú, það var held ég 8% þannig að skítur skeður Skel og Skagi þú veist, þetta er skín og skúrir já Herðu, þetta eru frændur sem talast kannski ekki mikið við en þeir þekkjast já þetta er alveg þannig dæmi skilur þetta er ekkert eitthvað óþægilegt þetta þekkjast alveg sko já það er ekkert allir frændur sem talast við þeir þekkist og öfugt, sumir talast við og það þekkist ekkert mikið þú með einhverja ég var að fara í vöruvíkunar eða vel ígrundaða umfjöllun já, við elskum nýsköpun því að það fallega er að hún gengur ekki alltaf upp nei eins og ég var með þessa líkingu, það var eitt sem sagði mig Freysi í Startup Iceland, það er ekki alltaf hóli í höggi en þegar hann næri henni þá er það yfirleitt á seti 9 skilur þú hvað er að fara? Já, þetta er þannig dæmi skilur þannig að Human AI, hefur heyrt á þessu? Ég ætla að segja þetta hefði aldrei orðið að veruleika ef að Síminn Pay hefði komist í vasana þarna alveg bara leið sko og hérna ætla ég að taka dæmi góða vöruþróun, Síminn Pay og slæma vöruþróun, Human AI Human AI, þetta hljómar svona þú veist ok, ég skal bara taka smá tísir á þig er þetta eitthvað róbótar sem að vera eins og manneskjur hvað þú getur fengið fyrir $699 og $24 á mánuði í dag byrju, fyrir $24 sko, ímyndaður að vera að kaupa snjallsím í dag og þú myndir kaupa hann á $1,000 eða bara 150 skall svo borga alltaf áskrift svo segir Apple, herru, svo ertu að borga 2500 kall á mánuði sko þetta fallega ég grunar að þetta sé einhvers konar bara, er þetta heimilisróbot eða? Nei, sko, þetta fallega wearable hvað var aftur íslenska orðið fyrir wearable? Snjall eitthvað, eins og snjallúr eða hvað er lofar því að þú þarft ekki lengur snjallsímaðinn vandamáli er bara, þetta virkar ekki Human AI, þannig ég spólaðist tilbaka var stofnaður 2018 af held ég skötuhjónum Imran og Bethany þau unnu áður hjá Apple áhugaverðið þessu er 2018 fyrir 6 ára þá fóruðu í stealth mode þar að segja það fréttist ekkert af því hvað er að gera í 3 ár bara hætta í Apple, starta upp fá eitthvað svona seed money og það veit engin raunverulega hvað er að vinna fyrir árið 2021 að þau koma út úr stealth mode og segja að þau sé að vinna Humane AI okay.
Síðan það ekki fyrir í TED-talki hérna 2023 fyrir, 10-9 mánuðum að þau segja frá vörunni og varan einfaldlega þetta wearable sem kallað pinni sem bara myndavél sem þú átt að geta að tala við Ertu ekki búin að kíkja á það? Hvað, hún bara hengd á skyrtuna? Já, ég kem inn á það, en sko, já, svona, ef þið að sjá þetta fyrir ykkur núna og hugsa út í þetta að þá það hérna, semst, það mælst til þess að þú sért með þessa nælu eða pinna nælda bara við brjóstkassa eða fyrir neðan við bein af því að hún á að geta tekið myndir þetta semst lítil myndavél sem þú tala við og í nóvember 2023 þá kom fram að fyrirtæki á búið að reisa $230 million á síðan 5 árum það margir stórir og semst á þessu announcementi kemur fram að þetta á að heita The AI Pin fyrirtæki heitir Human AI en varan heitir The AI Pin þau byrja að selja þetta í nóvember Humane sem samt alveg ágætist nafn Humane byrja að selja í nóvember 2023 og þetta fekk titilinn ein af 200 bestu uppfinningum ársins 2023 ein af 200 bestu vandamálið þetta ótrúlegt flikkisamt sko vandamálið að þá var enginn búinn að fá þessa vöru í hendurnar eða prófa hana í apríl núna 6 mánuðum síðar ég að horfa á þetta hvernig þetta fungerar þetta áhugavert þetta alveg absúrt sko í apríl núna, bara fyrir rétthæpum mánuði síðan byrja fyrstu neytendur að fá vöruna í hendurnar þetta svona eins og börnin í fangi strútsins var það ekki strútar sem komu með börn svona nei, það voru albatrossar nei, ekki strútar albatrossar eða ekki gera þetta svona, til að hugsa storkur og strútur sko, storkur kemur með börnin það strútur sem kemur með þetta dæmi sko, því að þetta alveg mein gallað helviti það sem að hefur síðan eiginlega vakið athygli það var ekkert mikið farið fyrir þessari vöru þannig engin umfjöllun hér á landi eða annað að reviewin hafa verið ömuleg ég get ímyndað með það ekkert neitt sérstök þau hafa bara verið ömuleg og það hefur eiginlega orðið til þess að þetta eins og Stefán Einar í spursmálum fólk bara ekki vant því að það sé spurt erfiðar spurninga því að reviewin það slæm að fólk farið að bara segja heyrðu, slakiði aðeins á sko. það þarf aðeins að standa með litlamanninu hérna það svoleiðis, hugmyndin, þannig ég útskýri það svona fyrstur hálfnaði með umfyllina sem sagt að þetta á að vera sími án skjás þar segja staðin fyrir að vera síma með 100 appum þá á Human AI Pin að vera bara þetta eina app sem þú tala við og það tekið dæmi heyrðu, Human AI, hvað búa margir í Köpen Human AI, voru meðlimir 8 ára á brjóstið ángur til að voru 8 ára þú veist, allar þessar spurningar sem fólk að spá í himinin blár og fleira þú, annað með Human AI að þá alltaf vera nettengt þannig að þegar þú kaupir þetta þá er þetta alltaf nettengt vandamálið, sérstaklega í Bandaríkjunum að þú verður að vera hjá T-Mobile þannig að þeir náðu eiginlega bara að semja bara með samning við þá eitthvað exclusivity þar þannig að þú ert ekki á T-Mobile eða vilt ekki borga þeim þá er það ekki nettengt það svona eitt af fyrstu vandamálum og þetta átti að marka post-smartphone era sögðu þau eru fara að staða með þetta ég held að það sé langt í það því miður núna, og ég eftir að koma aðeins inn á reviewin en núna við öllum þessum slæmu reviews þá hafa þau stofnendurnir Imran Chaudhry og Bethany Bongiorno verið að segja að þetta er ekki fyrsti kaflinn í okkar sögu heldur fyrsta síðan en þessi fyrsta síða er ömuleg sko, vandamál nummer 1 sko, bara aðeins til að útskýra fyrir fólki nú mátt þú bara svona sjónrænt segja það sem ég að segja, þú hengir það hangir á þér þú hengir á þig þú hengir á þig þessa myndavél sem samt með, virðist vera einhvers konar svona touchpad líka þetta er svona eins og minni GoPro eða eitthvað þú hengir hana svona á brjóstið á þér og hún virðist varpa fram einhvers svona eins og skjávarpa á þú ert háður í að setja lófan þinn fyrir framan deviceið sko og í lófanið þinnum ertu bara með svona, þetta er eins og hérna gamla RBE bara, þetta eru bara ljósbláir stafir og hérna þú veist þetta er mjög fyndið að sjá þetta og þetta þú getur basically svara símtölum, lesið skilaboð og spila lög sýnist mér hérna þetta er eitt af því sem hefur fengið hvað verst review að þessi bláa skjátölva eða eitthvað sem varpar á lóan á þér þannig að lóin á þér verður í rauninni svona eins og varpin fyrir skjávarpa
eða veggurinn fyrir skjávarpa Eitt vandamáli þessu ef þú ert bara stattur úti yfir venjulegan dag þá svo léleg birta þess að þú sérði ekki eins og í lóðana Þú þarft til alltaf að vera að króa þig af og slökka ljósi til að geta lesið þetta er basically, þetta alveg eins og snjallur bara svona interfaceið á þessu Já, en á að replacea snjallur Já, en þú setur þetta bara á lófan á þér í staðinn Já, herðu, ég ætla að taka yfir hérna 3 stærstu vandamálin Best að staðsetja pinnan fyrir neðan viðbeinið hjá brjóstkassanum Fyrsta vandamál þar að þetta víst ömuleg staðsetning því að fólk sem að nota töskur, bakpoka fyrir jakka eða frakka finnst þetta óþólandi Þú ert hérna á leiðin í vinnuna ert með þetta Human AI pin svo ætlar að henda á því bakpoka og bara heyrðu, fuck, nú myndavélinn bara í fokki horfum við bara eitthvað allt annað Þetta náttúrulega vanhugsað, sko Vandamál nummer 2 sem kannski aðeins stærra Þeir sem á að nota þetta segja að þetta sé heimskara en Siri og Alexa fyrir 10 árum fyrir þá sem vita ekki, þá Siri hérna óþólandi sem þú tala við hjá Apple Já, maður nú bara eftir að hafa reynt að tala við hana 2011-12 Já, og þú veist, þetta heimskar en hún var þá sko. Siri orðin fín í dag Ég heyri að unga kynslóðin svona Siri, call Arnar Tór Ólafsson að fólki eitthvað aðeins fara að nota þetta Þetta heimskar en Siri bara þegar Siri var barn og það fylgdi hérna dæmi þetta getur ekki einu sinni búið til fund í kalendar eða kveikt á vekjarklukku þetta gerir ekkert vandamál nummer 3 sem að fólki finnst bara mjög pirrandi þetta ofitna vist mjög fljótt þannig að fólk bara ef það í bólu öðru það fer ekkert meiri töðunar á mér heldur en tæki sem ofitna Þú getur lendið því að þú ert bara svona eila að brenna þig á bringunni og þetta er svo heitt Þú getur séð hvað klukkan með að setja lófan svona fram Besta use case svona fyrir þá sem eru jákvæðir og vita að Freyr að fara að setja hól í höggi á seinni 9 Það vist að þú getur staðið fyrir utan veitingastað staður í New York og biður pinnan reviews Þá tekur mynd með myndavélinni hún á að geta annarkvort hlustað á þig eða lesi út myndinni heyrðu já, þetta hérna bara jómfrúin 5 stjörnur Já, og kemur með svona smá summary víst Hann með 3000 Snjallsíminn getur mjög einfallega Já, líka Hvað þetta? Hann svona stóra vandamáli í þessu öllu að það búið að eyða helvíti miklum pening núna Ángríns, í græju Þetta í hug að setja fjármagn í þetta Sorry Þú veist, ég myndi frekar setja í Apple, hvað heitir þetta gleraugun hérna? Já, Vision Pro Ég actually held að það muni leysa einhver vandamál þegar framlíða stundir en þetta er bara framlenging á vitleysu Já, ég mjög gaman að þessu Þú veist, meiri segja úrið Þú veist, nummer 1, síminn Svo kemur snjallur nummer 2 Þú veist, þetta er ekkert nummer 3, 4 eða 5 eins Þau héldu að þau væri að skrifa kaplan í post-era smartphone Ég veit ekki, þú veist, það er kannski ljótt að vera að bauna yfir eitthvað svona frumkvöðlaverkefni Þú veist, þau eru allan að reyna, sko Ég veit ekki, þetta er bara Þau eru búin að fá mjög slæm reviews Það er ekkert sem við séum hér sem er að fara að særa meira heldur en hefur verið sagt Hérna var held ég frá TechCrunch og kemur hérna the bad It doesn't work half the time It's really slow even when it works og svo bara it's missing way too many basic things krakkar, ef þið eru að hugsa að kaupa ykkur Human AI pin farið á eftirmarkaðin ég myndi ekki kaupa þetta nýtt með að vera reviewin þannig að þið hafið það hér Takk fyrir þetta er náttúrulega stórkostleg umfjöllun Þú skilur hvað ég á við með þú veist, Simon Pei hefði komið í veg fyrir þetta í fæðingu Þeir hefði bara látið þarna Imran founder segja bara, heyrðu, hérna færð þú bara kort sem stíla á þína deild þú mátt ekki eyða meira en 1 milljón næstu 6 mánuði bara úttæktar heimild og þið þekkið þetta, farið á siminpay.is þið getið skráð ykkur á biðlista komast í viðskipti fólk þekkir þetta ekki sko. Það er það sem við þurfum að innbra aðeins á þetta og því farið inn á simin.is/pay og farið í hérna, ég hef áhuga þá getið skráð ykkur og Simin Pay mun skaffa ykkur bara sölupitsi af hverju þið ættu að fara yfir þetta sko, hérna ertu líka komið með bara kerfi sem að þú getur sko, þetta hérna, helst í hendur við rafrænar beiðnir og svo bókanir líka þú getur tekið alltaf myndakvittun bara bóka lykilinn og svo sendur bara exportar Excel-skjali og sendur beint á bókarann sko. Þá ertu í rauninni að spara sko, hellingstíma Verst fyrir Simon Pay að Human AI mun replacea það á nokkrum árum Nei, það mun aldrei gera það Ég ætla að ganga svo langt að staðfesta það hér Við erum í toppmálum Kíkja á Simon Pay
Herðu, það eru fleiri fréttir Sko Svo ég með smá Asíublæti fyrir því Já, herðu, það milljónamæringu vikunar? Já, ok, bara á eftir Tökum það eftir Bara á eftir Út af því að sko, mér langar að koma þess inn á það er náttúrulega, fjölmiðlar eru núna að keppast að gera framboð tortryggileg hjá forseta frambjóðundum Eitt hérna, það þarf einhver að taka umfjöllun það Þetta overlóta skoðanakönnun Já, ég hata þetta Þetta hætt að make a sense Mér finnst eins og það eigi að banna þetta En þetta líka hætt að make a sense Það séu 3 mismunandi aðilar, alltaf með mismunandi niðurstöður Það hefur engin umræða að fara fram aðferðafræði Hvað þú veist, mismunandi millir þessa aðila Og líka bara overlótið Já, svo svo kasta fram bara Þú veist, það bara 2 nýjar á dag Og það engin með sumu mælingu Þú veist, þetta líka allt sitt hvort fyrirtækin Já Og þú veist, ég segi bara banna þetta Það þarf einhver snjallana við að taka líka bara svona grundigt umræð hvað að baki hverju könnun þannig að maður átti sjá þetta orðið ógeðslega skoðanamyndandi og ég hættur að spá í þessu ef ég sé einhvern efstan skoðanakönnun núna þá ætla ég ekki kjósa hann Ég sammálaður því að mér líður eins og að sé verið að búa til frambjóðendur með könnunum sem hent einhverju þannig að en ég meina, geri eitthvað í deal og allt það Do your own deal, people, ángrís við pingjumenn, hvetið til þess Do your own deal Já, eins og ég segi, það hefur verið að gera forsetaframbjóðendur tortryggilega eða ekki, ég skal ekki segja ég meina, mér finnst ekki tortryggilega til þetta svo sem Viðskiptablaðið hérna fjallum félag Höllur Hrundar forsetaframbjóðenda sem hefur verið ofalega í skoðanakönnunum nýlega og sem sagt Kristjáns eiginsmanns hennar hann er entrepreneur félagið þeirra hérna Álfheimur EHF hagnaðist 43 milljónir króna og að sjálfsögðu klikkaði ég þetta ásynninga junkiinn sem ég og ég vissulega, ég hafði ekki hugmynd þetta en þau eiga hérna Álfheimur EHF sem stærsti hluthafi í íslenska hugbúnaða fyrirtækinu 50 Skills EHF hann framkvæmdastjóri félagsins og þetta 50 Skills, þetta ekki einhvers konar þetta ekki samkeppni á Alfreða? Jú, þetta var minn eini samkeppnisaðili þegar ég var í Alfreð en við vorum samt frenemies og þetta vinnur saman líka þau eru með svona víðari lausnir ekki, þetta líka eitthvað svona onboarding sko, ég myndi segja að 50 Skills væri meira bara svona draumur mannauðstjórans upp á það þegar einhver nýr að byrja þá ertu með svona onboarding checklista heyrðu, við þurfum að gefa honum bolla hann þarf að mæta á hérna orientation fundi sem sko, já, þú veist það rík þörf á svona dæmi sko já, en bara svona í alvörinni annað sem að 50 Skills sem svona stór feature þeim að þau replaceuðu, langar mig að segja upprunalega hérna, gömlu góðu sko eða þú bara sækjum vinnu spontan þá var þetta alltaf sendin fyrirspurn og það kom bara í tölvupósti þau eru með svona sambarlegt kerfi og Alfreð held ég upp á það, þú veist, allar umsóknir fara bara á eitt stað og svo getur þú séð, ég held að bara svona dashboard yfir umsóknir og annað já, ég held að séu flest stærstu fyrirtæki landsins að nota þetta en hérna, Alfreð meira auglýsingamiðli og þú fokkar ekkert í því að ef þú þarft að auglýsa starf þá notar Alfreð til að ná til þau bera höfuð og herðar þar sko já, en 50 Skills var síðan kom með það sko að umsóknirnar, þóttu auglýsar Alfreð þá fara umsóknirnar beint inn í þitt dashboard í 50 Skills þannig að sjáta þetta 50 Skills sko, það sem þú ert að tala hérna núna með, sko, þetta ekkert samstarfið en eitt þannig, bara til að taka það fram en hérna, að vera með einhvern svona gátlista fyrir, þú veist, þegar fólk að hefja störf því að ég hef tvisvar á 2 fyrirtækjum hafið störf við getum orðað þannig að það tók svona 3 vikur að fá allt bara svona vera með allt klárt það sem maður átt að fá til að geta bara svona raunverulega hafið störfa einhverju viti sko þetta er mjög algengt og þannig að hérna, þá vil ég meina að það sé rík þörf fyrir svona lausn en eins og ég segi 43 milljónir ég bara fagna þessu, þau eru að gera vel hérna hefur hún eitthvað verið bendlu, eða þú veist, hefur hún eitthvað starfað fyrir þetta 50 Skills, vittu við það? Ég hef ekki hugmynd með fyrirskrána, þá er hann bara tæknikrati bara í Harvard og embættismannastörfum en hérna já bjúrokrati það er búið að vera áhört að fylgjast með þessu hérna þessu spurningum sem hún er að fá þú veist, því líka sko þetta er náttúrulega eins og að tala við vélmenni sko það er bara, hún er með Pierre sko bara regime hérna á baku sig sko ég sé svo eftir núna að hafa ekki verið svona Star Trek frá því ég var 5 ára
þannig ég geti skilið tungumáli sem hún að tala með höndunum við einhverja geimverur því að það næri engri átt hvað að eiga sér stað sko. Reyndar þessar handarhefingar, ég ætla að gefa henni það þó að ég telli það miklar þá hefur hún alltaf verið svona, ég fór að skoða fyrirlestar og svona aftur í tíman og þetta verðist vera bara eitthvað sem þetta greinilega ekkert eitthvað svona einhver tilmæli frá einhverjum PR-ráðgjafa sko, en það væri óskandi að fá að sjá hann að svara 2+2 spurningum. Hvað er 2+2? Það væri gott. En hörðu, bara vel gert hjá þeim, ekki spurning, sko, aðeins áfram með forsetaframboði. Ég verði að koma inn á þetta, sko, Ástór vinur okkar. Það er engin frambjóðandi sem kemst með tærnar þar sem hann með hælana í kostuðum Facebook-auðlýsingum. Aha. Á ég að fara yfir þetta með þér Ég meina að það var einhver að segja að hún persónuverndar hafi verið búin að eyða mestu. Nei, byttu fyrir þér. Ok, við skulum bara fara aðeins yfir þetta. Það eru 3 sem að hafa engu eitt frá með þessar tölur frá 3. maí. Okay. Eða fram að 3. maí. Katrín Jakobs, Steinn Ólna og Eiríkur Ingi, þau hafa ekki 1 krónu í auglýsingar á samfélagsmiðlum. Shit, þá sér maður hvers virði Katrín er bara nafnið sko. Já, algjörlega, og þú veist, þau eru náttúrulega bara með fría markaðssetningu bara út á nafnið sko, eðlilega og eitthvað sem hún hefur bara unnið sér inn sjálf sko. Ásdís Rán og Viktor Trausta hafa litlu eitt. Ásdís hefur keypt eina auglýsingu fyrir 130 krónur, Viktor keypti 2 auglýsingar fyrir tæplega 10.000 krónur og það er mér gjörsamlega hulir ráðgáta hvernig Viktor fekk 1500 manns til að skrifa undir því að þegar hann skilaði þarna inn á þessum lokadegi þá var hann ekki með nema 900 og svo tók ég eftir því hennar sólarhing sem hann fekk í frest þá var hann bara með auglýsingar út allt sko. Og það virðist vera að það virkað en samkvæmt þessu hafði ekki verið nema 10.000 krónur sem hann eitt í það næstu eftir þeim er Jón Gnarr 58.000 22 auglýsingar þar Halla Tómasdóttir 9 kostaðar auglýsingar fyrir 75.000 krónur Baldur Þórhallsson 86.000 krónur Halla Hrund 170.000 krónur Helga Þórisdóttir 180.000 krónur Arnar Þór Jónsson 225.000 krónur svo er náttúrulega sko Sigríður Hrund sem ekki komst að hún keypti fyrir 300.000 krónur Ekki meira? Nei. Það er engin pening? Nei, raunin ekki. Guðbergur Guðbergsson sem er nú ekki í loka úrtækinu. Stuðbergur? Já, hann keypti hátt í 60 auglýsingar fyrir 500.000 og býttu nú bara. Já, Guðbergur kaupir þetta fyrir 448.000. Ástór Magnússon, viltu skjóta? 2,5. Nei. Þrefalt meira, 7,5 milljón. Hæ? What? Hann er búinn að eyða 7,5 milljón í auglýsingum á Facebook. Magna. Og þetta er, þú veist, sko, og þetta stemmir. Hann er náttúrulega auðmaður, sko. Já, hann er það og hann var ekkert að fela þetta í pallborðinu. Horfður ekki á pallborðið þarna? Nei, ég reyndar að sá bara hlut úr því. Já. En þannig að hann hefur keypt nær 100 auglýsingar í gegnum 3 aðganga fyrir rúmlega 7,5 milljón. Það er áhugavert fyrir að sé að gera þetta í gegnum 3 aðganga sko, hvort það sé að reyna að fela eitthvað með því en netverjarnir komast alltaf að þessu en ég meina hún er með frjálst að gera það sem hann vill við þetta er metnaðfullar auglýsingar líka Já, þetta er mjög áhugavert en já, það er svo sem meira í fréttum en það er spurning hvort að tökum ekki ég ætla að fá að sjáta á þetta Öskju Já og Smartin Ertu búin að sjá nýju auglýsingarnar frá Öskju? Nei, byrju hvað? Það er bara smá erotík í þessu Eitthvað annað en okkur? Já, bara fólk í sleik eða konur í sleik bara í aftursætinu Já, þú veist, þetta er verið að selja drauminn Já, þetta er það sem Smartin gerir Selling a dream Þetta er það sem Smartin gerir Þetta er bara ástarpotion, segir maður ekki? Jú, það er greinilegt Ég velti fyrir mig hvort sé komin einhvern sjálfstýring þannig að maður getur bara fara þetta einhverja lótur þarna í aftursætinu Já, það er aldrei að vita en vissulega eins og bendir á í Rebbi, ekki kíkja eins og bendir á í síðasta þætti þá eru þetta með ódýrustu bílum sem þú sér á rafmarkaðinu núna 5,9 milljónir fyrir Smart Pure en svo náttúrulega það má ekki gleyma 900 króna styrknum sem þú færð þannig að hérna ert að fara undir 5 milljónir fyrir rafbíl Já og við erum með 310 km dragni, þetta er 100% rafmaks
og það allt sko, það allt sem til þarf í þessum bíl, þannig að hérna, ef fólk í bílahugleiðingum þá hvet ég það til að kíkja á þetta er með því ódýra sem gerist bara perfekt. Þannig að við segjum stoltir frá smartinum hér í hlaðvarpi Pyngjunar og ég held að sé komið núna, ég get fakta það komið hérna þristurinn mættur, þú getur forpantað þristin. Já, það forpöntun hafin. Já. Og hægt að fara Bjöski að fá að kíkja á svona þannig. Já. En engar ástarlótur í aftursætinu þeir eru að skoða. Nei. Það má ekki. Nei. Þið verðið að vera búin að kaupa. Já. Ég verði að kaupa. Heyrðu það. Þú verður að kíkja á þessu auglýsingu. Ég var svona, heyrðu, þetta djart. Þetta vil ég sjá. Það er aldrei að vita nema við fáum að auðlýsa með þeim. Já, við séum í sleik í aftursætinu, er það sem sér fyrir þér? Það er aldrei að vita, ef Guð lofar. Já, heyrðu. Já, sko, það sem ég vildi sjáta á þetta hérna, það eru tveir alvöru kúrekar núna. Já, ég held ég veit hvað þú var að tala um. Ungir athafnamenn með róbótaher. Tveir drengir á menntaskóla aldrei hafa stofnað garðþjónustu fyrirtæki sem leigir út sjálfvirkar sláttuvélar. Þetta er nýja garðþjónustan. Þeir eru bara í leigustarfsemi sko. Þeir eru ekkert að get their hands dirty neitt sko. Þeir bara láta þið hafa róbóta og ég held líka að þetta verði enga stund hjá þeim að borga sig upp. Já, ég minna að þú veist þetta er beauty við leigumódeli sko. En líka sko, ég held þetta sé ekkert svakalega dýrt. Þú sér að Rixu-róbóti er orðið, ég held þú getur fengið bara fínan á 60 skall. Já, 60-70 er ekki langt síðan að skoða. Já, að þrífa garðinn kostar held ég orðið 13.9 eða eitthvað, klukkstundin. Já. Og hvað, þú ert 5 leigur, þú getur verið 1 dag að borga þetta upp, þannig séð. Ef hann getur bara slegið eins og hann á að gera. Ég veit ekki til þess að sé svona business í gangi eins og staðan í dag. Sko, ég var reynda búin að heyra að þarna stærsti væri komið með róbóta fyrir svona stærri töss. Það kemur náttúrulega ekki á óvart, sko. En hérna, ánægði með þessa stráka, ætlar ekki að gefa þeim nafn að sjátt eða? Jú, þetta er Garðfix. Andri Þór Bergmann og Arngrímur Egill Gunnarsson. Garðfix. 17 ára kúrekar koma úr Verslunarskóla Íslands. Þeir eru geðveikt. Þeir eru með hérna opið verður fyrir fyrirspurnir til 15. maí. Þannig að við grunum að það er bara það er nóg að gera. Ef þið eru ekki búin að heyri þeim á næstu viku þá getið þið fokkað eitthvað. Þeir er alltaf bóka upp sumarið bara fyrir 15. maí. Þeir eru í ártúnu, ég sé þeir eru í kvíslónum. Ríkalega ánægði með þessa menn. Já, ánægði með það, gefum sjátt. Þeir eru að bjóða upp á mánaðar áskrift líka sko. Það er held í normið að þú reynir bara að skrá þig yfir sumarið að þú viti bara til þess að kemur einhver að þrífa djöfull er ég ánægður með þessa gæja maður. Jún, júlí, ágúst. Það er svona normið. Sjátt á Garðfix ef ykkur vantar garðslátt tjekkja á þeim. Já. Ekki borguð auðlýsing, tökum það fram. Já, þetta eru strákar úr ártúnu. Þetta er mjög gott. En herru, þú ert með milljónamæring vikunar. Já. Nú, einhverja viku sem þú varst með það síðast ekki. Já, hvað, varstu með Eduardo Pointers. Já, þú varst með hann auðvitað, já. Það var stofnandi Teija. Hann var sérstakur. Já. Hann var sérstakur. Hann var special unit. Já. Heyrðu, milljónamæringu vikunar. Þetta er svona smá Asíublæti fyrir þig. Þú veist, við vorum í Suður-Ameríku síðast. Ég er bara að trakka þitt uppáhalds hérna. Sko, hann er ekki stærsti hákallinn sem við höfum tekið fyrir. Nei. Þetta gæti verið fallegasta saga. Er hann ekki milljarðarmæringur? Nei, ég held nefnilega að hann sé bara net worth $200 million. Sko. Hann er í the hundreds. En sett á eitthvað svona lag sem tengist Kína. Eitthvað svona bara ógeðslega stereotypist eða úr það lappinn í veitingastæði Kína það Ómar. Þú veist hvað. Þetta er bara svona eitthvað stereotype Chinese song. Sett á það. Er þetta það eða? Ég veit ekki, það kemur þá. Já, þetta er svona einhver flauta og ég veit ekki, hvað er maður ekki bara kallað rasist? Jú, verður ekki svona mikill rasistki. China song. Jú, þetta heitir bara China song. Já, þetta er bara svona óður til. Ég verð bara að viðurkenna það, ég þekki ekkert mikið kínverskri tónlist. Nei, en ég meina, ef maður segir að maður ætla að taka stereotypu lag, er maður þá ekki, þú veist, örugglega rasisti bara. Er það? Ég held að ef maður væri ekki rasist út í maður segir, ég ætla að nota stereotypuna. Ég veit ekki. Versus það ef ég hefði sagt sett á eitthvað svona lag sem er viðeigandi og þú hefði sett þetta á þá hefði ég sagt, vá, ertu rasisti en út af því ég bað svona lag þá held ég að þetta sleppi. Ok, flott, bara halda áfram. Sko, annað hérna ok, kannski bara til að vera ekki rasistar sett á eitthvað lag sem tengist Omaha út af því að Buffet var með Berkshire Hathaway. Þú veist, nú fer bara hver að vera síðast. Já, en hérna, sko
sko, þetta sem sagt Rag to Riches dæmi og maðurinn Herðu, já, þetta flott. Þetta heitir Omaha Song. Já, þetta gott. Þetta getur bara verið akkurat það sem við leitað. Ok. Maðurinn heitir Li Liu. Hefurðu heyrt hann? Nei. Hann varð frægastu fyrir það að sjá persónulegar fjárfestingar Charlie Munger í seinni tíð. Já. Hann eini maðurinn sem Munger treysti fyrir utanaðkomandi fjármagni á seinna skeiði lífsins og þeir voru vinir fram á síðasta dag. Li Liu á ótrúlega sögu. Hann fæddur 1966 í Kína. Foreldrar hans voru settir í vinnubúði Mao út af The Cultural Revelation sem að heitir menningar byltingin. Já, eitthvað svo leiðis. Hann stökk á milli fóstuforeldra og munaðarleysingja hæla sín æsku ár. 10 ára þá lifir hann af stærsta jarðskjálfta sem hefur komið í Kína sem grandaði 240.000 manns. Þar af öllum í fjölskyldun hans. Seinna meir hvenær var þessi jarðskjálfti? 1900 skrifaði Chinese Earthquake 1970s eða 60s. Síðar á lífsleiðinni, þó ekki mikið síðar, varð hann virkur í stúdentarhefingunni. 9,4 til 6. Já, þetta dóu bara allir sem hann þekkti nánast, sko. Greiði kallinn. Hann varð einn af 21 skipuleggjendum á bakvið mótmælin á Tiananmen Square eða mannst eftir þeim og stóð meðal annars á bakvið hefur ekki heyrt Tiananmen Square? Nei. Hvað? Sko, hann einn af þeim 6 hann semst einn af skipuleggjendunum og þau voru meðal annars með 6. hunguverkfall sem stuðaði ríkisstjórnina. Þú ert náttúrulega með eitthvað svona, þetta þarna þegar hann stóð fyrir frá skriðdrekan? Já. Ég hef séð það, vissulega. Þú hefur fylgst betur með þessu tímabili heldur en margir. Þú ert svona... Herðu, ég hef nú verið sagaður að vera með rasisti. Ég á mynda hérna sem ég kom með upp á skrifstofu. Ég þurfti að færa hana heima frá mér. Bara eins og Georg Bjarnfriðarsson. Já. Það megi allir verið með Che Guevara á einhverju ból og ég má ekki vera meina skrautmynda Sko, það voru 1.000.000 manns á torkinu en hann örlaðaríka 4. júní þegar hermenn gengu inn á torkið og byrjuðu að skjóta á mótmælendur. Opinbera tölur segja að 200 hafi látist en stúdentarnir hafa alltaf haldið fram að það voru 3.400 sem dóu þennan dag. Hann var semst einn af 21 sem var síðan eftirlýstur á stjórnvöldum og þurfti að flýja Kína. Hann náði að komast til Hong Kong og endar á að komast til Bandaríkjana 1989. Hvað er hann þá gamall? Hver var fæddur? 1966. Hann á ekkert þegar hann kemur til Bandaríkjana, kunni litla sem enga ensku og reiddi sig alfari á góðgerðar samtök til að lifa af. Honum var hins vegar tekið sem hetju í Bandaríkjunum og fekk að komast inn í Columbia háskólan í New York. Hann læriði ensku á einu sumri og var frægur fyrir það að vera einn af fyrstu nemendunum í Columbia til að klára bæði hagfræði og lögfræðigráðu á sama tíma. Innan við ári eftir hann flytur frá. Þetta nú bara gert á 2 árum í meistaranámi í dag, sko. Já, hann að taka, sko, við erum að tala hann tók 2 BS-gráður á sama tíma í landi þar sem hann talaði ekki tungumáli þegar hann flytur þangað. Bara galið, sko. Það er galið. Það var samt eitthvað með þarna í Tiananmen Square. Hann var heldur búinn að læra einhverja hagfræði í Kína, þannig að hann var svona kannski smá grunn í hagfræðinni. Það er á þessum tíma sem hann fær fyrirlestur frá manni nokkrum sem heitir Warren Buffett við Columbia að hann byrjar að fjárfesta fyrir námslán sín. Skemmtilega við þennan fyrirlestur að hann ætlaði ekki að mæta en hann hélt að veri free lunch buffet þannig að hann ákvað að láta sjá sig til að fá fría mat. Er þetta í alvöru þannig? Já, hann ætlaði ekki á fyrirlesturinn sem var auglýstur af Warren Buffett og hann sagði það seinna, hann hélt þetta væri lunch buffet. Þess vegna mætir hann. Hann verður hins vegar bara upptekinn af aðferðafræði Warrens og fjárfestingum og þarna byrjar hann að fjárfesta fyrir námslánin sín. Já, heltekinn. Við útskrift stofnar hann eigin sjóð sem var eiginlega unheard of á þessum tíma. Það er að segja bara einhver gutti nýútskrifaður væri að stofna sjóð. Hann fekk stoppfjármagn frá meðal annars Jerome Kohlberg sem fyrrum stofnandi KKR. Og ef þú ferð inn á Keldun í dag og skrifar KKR þá sérðu að þeir voru að kaupa stærsta lækna eitthvað fyrirtæki í Indlandi fyrir $140 miljardar eitthvað anskotan. Sjóðurinn fekk nafnið Himalaya Capital. Þessi maður er ekki að ofhugsa hlutina, sko. Nei, framan af var hann svona cowboy. Hann var mikið að fjárfesta í Asíu og
fer inn á hræðilegum tíma í fjármálakrísuna 1997 tapar 19% af sjóðunum fyrsta árið og missir stærsta fjárfestin ekki löngu síðar hann var hins vegar með $100 million í stýringu upp úr 2000 The One Man Show vel að sér vikið og á þessum tíma hann að taka nokkuð bett sem áttu þessar að borga sér ævintýralega þar á meðal að fara inn í Rússland þegar ólígarkarnir eru bara að fá ríkisfyrirtækin og setja þau á markað en, já, 2000, þetta náttúrulega líka rétt fyrir .com búbluna sko. En hann á þessum tíma aðalega, þú veist, eins og í Rússland, Asía nei, hann í rauninni utan Bandaríkjanna þessum tíma, horfið til Kína þá hefur hann væntanlega staðið nokkuð ofalega bara af svona sjóðum í Bandaríkjunum á þessum tíma hann í rauninni tapar bara ballstíp í tekni já, nei, og ég með góða sögu af skóframleganda sem hann fór inn í á þessum tíma sko, það örlega einhver tími 2003 þá hann boðið mat í Santa Barbara hjá konu sem hann hafði hitt í gegnum góðgerastarf maður þessara konu vann hjá fyrirtæki sem heitir Berkshire Hathaway og einn af gestunum hér Charles Munger þeir byrja að spjalla bréfin já, var hann í bóðinu? Mungurinn var í bóðinu og þeir byrja að spjalla bréfin og það segir að það hafi ekki verið hægt að slíta í sundur í þessu matabóði, þetta Thanksgiving dinner töluðu saman í marga klukkutíma og ná að tengjast stefnubreytingi fyrir Lee að hitta Munger hann að breyta viðhorfans til fjárfestinga semst að fara úr því að vera í hraðanum og spennunni í Asíu og nýmarkaðsríkjum yfir í að horfa á langtímavirði og hann gekk svo langt í research á fyrirtækjum þegar hann fór að verða svona deep value investor að það voru sögur á honum að elda framkvæmdastjóru í kirkju á sunnudögum bara til þess að reyna að greina það hversu svona gera menn þetta bara ef þið vilja vera bestir það er bara þetta er þetta svakalegt sko en maður veltir, ég hef alveg veltir þessi fyrir mig hversu langt þú sjóðstjórar og svona ganga já, ég kynna sér svona því að það er náttúrulega bara takmarkaðar upplýsingar sem þú hefur sem eru opinberar en þeir sem eru bestir verða einhvern veginn að reyna að komast í innherjadjús sko. Já, akkurat á einn hátt eða annan og maður velti fyrir sér hvernig, þú veist, hvernig þetta er á Íslandi sko. Já, eru menna elda reykjörun í kirkju á sunnudögum sjestan yfir höfuð í kirkju Nei, það er nokkuð ég skal ekki segja Jón Þór Kaldalón, ertu að fara á skátamót til að tengjast honum ég veit ekki, það er svona personal touch á sömu en þú veist, 2004 stofnar hann nýjan sjóð fær $88 milljónir frá Munger Munger náða ávaxta pund sitt ágætlega þarna því að tala að hann hafi fimmfaldað þá upphæð með Lee já, þetta er hans persónli auður þetta er bara eina sem hann setti 88 milljónir og hvenær, er þetta 2003? 2004 já, hann er að fimmfalda það í rauninni á, hvað, er þetta til 2023? Bara þá hann deyr núna fyrir 3 mánuðum eða eitthvað sko, nokkra skemmtilega fjárfestingar eitt frægasta dæmi er að hann fór snemma inn í Kvækau Muay Thai þú fjallar þetta fyrirtæki fyrir ekki svo löngu síðan þetta er official drikkur Kínverja þegar við erum að skála Muay Thai og er held í verðmætasti áfengisframleiðandi heimi já, sem ég skil reyndar ekki þetta er ramstert helviti það þarf nú eitthvað að skoða það sko en jú, samkvæmt markasvirði já, en sko, já, þú átt að ég er með Asíublæti ég er the Chinaman og hvað heitir þið fóru nú félagarnir hann að bræðutir út að borða í svona sloppum, hvað heitir þetta? Nei, þá voru við það var japanskt já, það voru japanskum Asía vissulega já, kimonos já. Það var reyndar ekki mín hugmynd en frábær þema þú sverði allri ábyrgð já, en það var talað að það var eins og að kaupa Apple 1990 og halda bara já, þetta Muay Thai dæmi hann fór líka early í BYD BYD sem er orðin mest seldi rafbíl í heiminum og undan Tesla á þeim tíma þá var BYD og ástæðan fyrir að hann fer inn í að fremstir í heiminum að búa til þess að rafgeimana í rafbíla það er síðan bara setna maður síðan byrjar að þróast í að þeir verði bara þekktasti fyrir að vera bílaframleiðandi ég var búin að nefna að hann fór í Lukoil í Rússlandi er ungt fyrirtæki sko bíla 2006 eða 2003 stofnað sko já, hann er early þarna inn og Berkshire Hathaway áhald ég líka í því í gegnum þetta þótt að Mungerinn og Buffett hafa alltaf verið á móti að fjárfesta í Kína þá held ég að þeir hafi látið Lee Liu leiða sig þangað inn skemmtileg saga hérna með Timberland 1998 stutt eftir að stofna sjóðinn þá var Timberland þú veist hvað er að tala trélandið, skóframlandið með market cap nokkuð heitt merki í dag ég ætla bara hérna að reyna einfalda market cap upp á $320 million bókfærðar eignir upp á 383 það voru sérst aðalega fasteignir segir áttu skulduðu 200 svona net stokk
með virðið til hérna virðisfjárfestinga að þú ert með eignir fram yfir skuldir það var ekki alveg þannig en þetta var ódýrt með tilliti til bókfæra eigna hann sá sem sagt, eignirnar að fara að kofra skuldir einhver hluta vegna var hins vegar reksturinn eða bara bréfin ekki favorable á Wall Street á þessum tíma, þetta er 1998 þeir voru að selja skó en ekki einhverja tækni og út af einhverja lagaflækjum og stríði fjölskylduna sem átti Timberland við fjárfesta að þá var bara eitthvað, heyrðu, þeir eru ekki cool við ætlum bara að halda öllum okkur frá því að fjárfesta í ykkur það sem á við að þeir birta einhvern tímann hættu við að birta earnings report eða tók út einhverjar upplýsingar sem fjárfestar höfðu kallað eftir og þú veist Wall Street var bara eitthvað heyrðu þið þurfa að sitja þetta inn í earnings report og þau bara nei, fuck ykkur, við ætlum bara að hætta að birta earnings report fór í svona nett stríð sem endaði með því að þeir voru kærð af öðrum fjárfestum fyrir að hætta að birta þetta og það var svona alls konar svona sem dró niður verðið okkar maður hins vegar gerði due deal sá að skósalan var á fleygiferð og að stjórn fyrirtæki sem var rock solid hann bauði bara fund, hittu og sá bara heyrðu já, þetta verður bara farið eitt smá félagið var með $100 million í operating profit 1998 bara út frá hans eigin greiningum og það sem hann var vitað að treyta á $300 million Já, einmitt, þetta er bara 3x sala Já, þegar hann fer inn Nei, það er 3x profit, segir Já, þegar hann fer inn þá stendur hérna net book value 1,2 og það að treyta 5 sinnum earnings Hann sá að það var hægt að gera gott mót hann tekur 20% af sjóðunum þetta er fyrsta árið hans situr hann inn hækkaði 700% á 2 árum Himalaya Capital í dag með 18,5 miljard bandaríkjadollara eða B í stýringu og það segir að þessi 30% árlega ávöxtun síðan stofnun þótt hann hafi tapað þarna fyrsta árið það sem er áhugavert núna er að hann á bara í 6 fyrirtækjum og Bank of America gæti það verið eitthvað tengt þeim þú veist, Coke Nei, Bank of America Apple hann á í báðum Alphabet semst A-shares og B-shares sem er eitthvað sér hann á í Berkshire svo er eitthvað sem heitir Eastway Bancorp sem er held í fjármálastofnun Apple og Apple, svo seldan hlutin sinn í Micron sem var svona AI dæmi þannig að en sko, já, hann alltaf á í Berkshire sem að eru þetta, þú veist í rauninni sjóður undirleikjandi dipp í markanum en það lítur líka út fyrir eins og að sé að spá að hæja á honum veist, hann er bara með þennan pening og hann þarf ekkert meira en það er talað hérna frá 98 að hann sé búinn að vera með 30% compounded annual return Akkurat, var ég ekki að segja Jú, ég bara trúði þér ekki sko Nei, það vill oft verða Það er gjörsamlega galið sko En hérna, kvóta eftir okkar mann ég glemta því þetta og ég snögg því þetta blindspot, allir eru með blindspot hérna blindsvæði eða svona blindsvæði, blindblettur allir eru með blindbletti og meira segja snjallasta fólkið er ekki undantekning það er alveg rétt þessi er rosaleg það þarf að prenta þessa á bor þetta heitir í Himalaya fund eða sem sagt allir eru með blindbletti og meira segja snjallasta fólkið er ekki undantekning það er nú bara verðt fyrir bara hlustendur okkar að skoða þennan sjóð Himalaya Er þetta fjárfestaða? Já, ég veit ekki Já, þú veist, er hann ekki, hann er í eignastýringu eða ekki, er þetta bara hann persónulega? Jó, ég veit ekkert hvort hann sé að taka inn pening lengur Já, hann var að því náttúrulega Já, þetta er áhugaðu gæi líka því að Himalaya Capital Management, ég meina þetta er eignastýring Capital Management, er ekkert annað Ég held að hann sé einn að fáum líka úr þessari byltingu En ef ekki þá bara getur kopjað skilur við bara eignasafniðan sko Já, þessar 6 Nei, ég held að sem er líka uník með hann er að sko hann fekk á endanum fyrirgefningu stjórnvalda með að ná að snúa aftur heim og vera bara ekki handtekinn við endurkomuna en hann hefur búið í Bandaríkjunum síðan 1989 held ég þar höfum við það Já, þetta er stórskemmtilega bara geðveikar umfjallanir hjá þér í dag þakka þér, þetta var náttúrulega í búið Teija og við veitum hvað þeir hafa þeir eru með geðveika prósentu engin falli fyrir Nei, föst prósenta hér er ekkert verið að rukka innlend, erlend kreditkort, debitkort eitthvað sérstaklega þetta er bara föst prósenta Öll þjónust á íslensku, getur hringt, sett post Það getur verið dýrmætt upp á áætlanagerð og annað Þannig að Guðan á bænum velji rétt í þetta skipti Teija Eitthvað flottari pósar Teija.is, komdu í viðskipti
ítir á hnappinn og þú færð bara tilbúð 1-2 bingo. Já. En hvað sagðirðu? Líka flotti pósar? Já, það getur ekki pósar. Þú færð svona kýll, svona smá fiðring þegar þú ert að borga einhvers staðar. Já, þetta er teygja. Þetta er teygja. Þú sér það. Herði, sagði þú ekki að þú fengir alltaf kýll í pungin? Nei, ég man ekki eftir því. Nei. Og ef ég hef sagt það, þá er þetta náttúrulega hvorki staðun í stund til að vera að tala um það. Nei, það er ekki það. Ég var nú með fleiri, ég var með fleiri fréttir, við erum alveg komin langt yfir klukkutíma. Herðu, ok, við geymum það bara í næstu viku, kæru hlustendur, gaman að vera með ykkur í dag, njótið helgarinnar, njótið Eurovision, og bara, góða stundir. Eitthvað fleira sem að þú vilt leggja orðið í belg? Nei, bara frábæra helgi og gangi hratt gleðinandir. Hratt gleðinandir. Segjum það, bless.